En ég ætla sem sé að fara örstutt yfir starfs- og fjárhagsáætlun Alþýðusambandsins og ég vek athygli ykkar á þessari mynd sem stendur þarna ASÍ í miðjunni. Þetta sem sé orðgreining á fjárhagsáætlunum okkar. Þannig að þarna eru þau orð sem við notum hvað oftast. Gerst það neitt? Öll starfsemi Alþýðusambandsins ræðst alfarið af lögum ASÍ sem hægt að finna á heimasíðunni og ég hvet ykkur eindregið til þess að kíkja á þessi lög. Það eiginlega sama hvaða spurningar koma upp. Maður getur alltaf farið og fundið svörin í þessum lögum. Mikil sátt hefur verið að hlutverk ASÍ sé samráð og samstarf stefnumótun innan samtakanna, samráð og samskipti við önnur samtök launafólks í sameiginlegum málum, samráð og samskipti við stjórnvöld í sameiginlegum málum og við samtök atvinnurekenda líka í sameiginlegum málum og samskipti við norræna og evrópska og alþjóðlega verkalýðshreyfingu, þróun og sköpun nýrrar þekkingar samfélagsmál og stöðu og réttindi launafólks og síðan framtíðarsýn og verkaskipting sem að móta ramman utan skrifstofuna og það sérstök reglugerð líka sem undir lögunum skrifstofu Alþýðusambandsins, þar sem að meginmarkmiðin eru og miðstjórn sambandsins setur síðan frekari markmið á milli þinga. Hlutverk skrifstofunar okkar hér síðan að tryggja góða og skilvirka þjónustu við landssamböndin og aðildarfélögin ásamt því að byggja upp nauðsynlega þekkingu á viðfangsefni sínu og veita stjórnvöldum og atvinnurekendum aðhald. Inni í þessum lögum síðan sérstakur kafli fjármál og þar sérstaklega tilgreint með hvaða hætti skattur eða félagsgjöld félaganna reiknaður, hver prósentan á að vera og hvernig árin skipt upp og hvernig það innheimt. Og á síðasta þingi ASÍ árið 2016 að þá voru skattarnir hækkaðir 0,9% úr 7,4% í 8,3% til að mæta auknum verkefnum og rekstrarhalla sem hafði þá verið viðvarandi í nokkur ár. Og í þeirri áætlun sem lá fyrir þinginu var gert ráð fyrir tiltekinni fjölgun félagsmanna en jafnframt var líka gefin fyrirheit að á þinginu 2018, núna í október, yrði þessi ákvörðun endurskoðuð með tilliti til þessu raunveruleika sem við myndum fá á árinu 2017. Núna liggur fyrir að félagsmönnum aðildarfélaga ASÍ hefur fjölgað miklu meira heldur en gert var ráð fyrir þegar var verið að vinna að þessum tillögum fyrir 2016 og af þeirri ástæðu að þá ekki þörf á að framkvæma seinni hlutann af skattahækkuninni sem samþykkt var. Og þess vegna var þessi tillaga sem hér upp á glæru samþykkt í miðstjórn 10. janúar að lagt til að álagning skatta vegna ársins 2018 og gjalddaga 4. ársfjórðungs verði frestað til 1. nóvember því að þá höfum við möguleika á því að leggja fram nýja tillögu á þingi sem gerir það ráð fyrir því að árlegur skattur verði 7,85% en ekki 8,3% eins og hafði verið samþykkt. Og að þetta komi strax til framkvæmda á þessu ári. Þannig að þetta mikilvægt að hafa í huga þegar við erum að skoða starfs- og fjárhagsáætlunina. Þá erum við komin að tölunum og þá það ljóst að skatturinn, gjöldin sem koma frá ykkur félögunum og landssamböndunum verða 422 milljónir á þessu ári sem við áætlum og við byggjum það á skatttölum eða ársreikningum ykkar frá síðasta ári. Við byggjum það á tölum á ársreikningu frá síðasta skilaári sem þá frá árinu 2016 og þeim skatti sem greiddur var raunverulega á 2017. Áætlaðar skatttekjur ASÍ þær byggja á könnun meðal aðildarfélaganna sem ég sendi út yfirleitt í september
og október til þess að kalla eftir svona hvaða tekjur hafi verið á síðasta ári og hver munurinn sé á milli ára. Laun og launatengd gjöld síðan stærstu hlutin af þeim útgjöldum sem að við stöndum frammi fyrir. Við erum jú með 23 starfsmenn hér á skrifstofunni og gert ráð fyrir launahækkunum í samræmi við kjarasamninga. Síðan þarna liður sem heitir samráð og stefnumótun. Hann hækkar ansi mikið á milli ára og það alltaf annað hvert ár, þá hækkar þessi liður mjög mikið vegna þess að þá þingár. Þannig að við gerum ráð fyrir hækkunum på rúmar 14 milljónir og þar af hækkar miðstjórn og fastanefndir og samráð tæpa 1,5 og málþing og ráðstefnur 750.000 og það vegna þess að við ætlum að vera meira á ferðinni, hringinn í kringum landið. Við leggjum áherslu á fundi og heimsóknir og málþing og ráðstefnur sem víðast og við ætlum þar að auki ávallt að reyna að senda þær út í fjarfundi, hvort heldur í gegnum Zoom sem við erum að nota hér í dag eða í gegnum fésbók eða með öðrum hætti. Síðan gert ráð fyrir þessum auka kostnaði vegna þingársins núna í október og síðan líka gert ráð fyrir sérstakri aukningu í ASÍ Ung úr 2 í 3 milljónum og ég kem aðeins nánar inn á þá eftir hvaða verkefni það Síðan á 4 ára fresti ráðstefna á vegum alþjóðlegu verkalýðshreyfingarinnar ETUC og það núna á árinu 2018 þannig að það líka hækkun á iðgjöldum til alþjóðasamtakanna þess vegna. En hluti af sem sé skatttekjunum sem að koma frá ykkur fara til þess að styðja við alþjóðlega, norræna og evrópska verkalýðshreyfingu. Síðan hér almenn upplýsingastarfsemi, hún hækkar líka rúma 9,5 milljónir og hækkurinn á milli ára aðalega fólgin í kostnaði vegna samstarfs við sjónvarpsstöðina Hringbraut og þýðingarinnar og klukkappinu á ensku og pólsku ásamt endurskoðun á heimasíðu sambandsins. Þetta samstarf við sjónvarpsstöðina Hringbraut nokkrir sjónvarpsþættir sem eiga að fjalla alþýðusambandið og verkalýðshreyfinguna og það var samþykkt að miðstjórn að fara í það verkefni sérstaklega, þannig að það þá tilgreint þarna. Mennta- og fræðslustarfsemi, við gerum ráð fyrir að hún lækki 300.000 á milli ára og það bara svona raunveruleikinn sem við miðum við, en það hins vegar, ef það aukin eftirspurn þá hækkum við þessa tölu. Félagslegu kostnaður lækkar líka 500.000 á milli ára. Rekstur skrifstofunar, það gert ráð fyrir að hún hækki 6 milljónir og þar hafi gert ráð fyrir 4,7 milljónum í aukningu á aðkeyptri þjónustu og það meðal annars vegna þess að við erum nýbúin að fjárfesta í nýju bókhaldsforriti sem að heldur bæði utan bókhaldið okkar og launabókhald og það tengist meðal annars innleiðingun á jafnlaunastaðlinum sem að við erum byrjuð á og líka sálfélagslegri úttekt sem hluti af áhættumati og virkri vinnuvernd hér á skrifstofunni hjá okkur. Og síðan húsnæðiskostnaður gert ráð fyrir 2 milljónum í aukin kostnað vegna stækkunar á húsinu og auknu viðhaldi og rekstri. Það líka talað að í tilefni af 100 ára afmælinu þá var samþykkt að veita 20 milljónum í undirbúning að gerð heimildamyndar og sögu og starfsemi ASÍ og það búið að nota örlítinn hluta af þessu fjármagni til þess að vinna að því að gera sögu Alþýðusambandsins rafræna aðgengilega og við vonumst til þess að það komist nú í lofti sem fyrst en þess vegna gerum við ráð fyrir því sem eftir stendur af þessum kostnaði á þessu ári. Þannig að rekstrarkostnaður Alþýðusambandsins hækkar tæpar 13% frá upphaflegri áætlun ársins 2017. Það alltaf verið að tala upphaflega áætlun 2017 með áætlun 2018 og fer úr rúmum 403 milljónum í 455. Þannig að við gerum ráð fyrir tæpum 3 milljónum króna í rekstrarafgang á árinu fyrir fjármagnsliði. Og þá erum við búin að gera ráð fyrir því í þessum tölum að seinni hluti skattahækkunar
verði ekki að veruleika. Síðan langar mig bara til þess að taka einstök svona nokkur verkefni út úr því hvað það sem að áhersla á þessu ári. Það að sjálfsögðu þetta verkefni sem við stöndum frammi fyrir endurskoðun kjarasamninga fyrir lok febrúar 2018. Þannig að það verkefni sem að samninganefndin okkar með í höndunum og það hvort að samningu verður sagt upp eða ekki stýrir að sjálfsögðu heilmiklu það hvað það sem að verður veruleikin okkar að kljást við hér eftir febrúar. Síðan 43. þingið okkar í október og strax eftir síðasta þing að þá var búið að ákveða að allar fastanefndir tækju virkan þátt í undirbúningum þingsins að þessu sinni eins og alltaf og að áherslan sé á framtíð vinnumarkaðarins og að undirbúningur þingsins verði varðandi þær áskoranir og tækifæri sem að ný tækni og þróun á vinnumarkaði hefur fyrir störf og skipulag vinnunar og samskipti á vinnumarkaði þessa svokölluðu 4. iðnbyltingu og hvernig getum við sem verkalýðshreyfing brugðist við þeim áskorunum og tækifærum sem framtíðin ber með sér. Þannig að þetta svona stóra myndin fyrir þingið okkar og þess vegna þurfum við líka að vinna heilmikið þannig að við getum nýtt okkur þjóðfundarfyrirkomulagi og við gerum ráð fyrir því að höldum því að þinginu til þess að vinna að þeim stefnum sem að þingið þarf að skila af sér í október. Ef við skoðum aðeins betur undirbúningsþingsins og tökum bara sem dæmi frá 2 deildum, að þá til dæmis hagdeildin að skoða sérstaklega atvinnumál og framtíð vinnumarkaðar og greining á stöðinu og fyrirliggjandi áskorun. Þannig að það hluti af því sem að hagdeildin tekur fyrir og það meðal annars ætlað að halda opna fundi borgaralaun, hvað borgaralaun séu, þau lausn til að mæta breytingum á vinnumarkaði eða ekki. Þannig að þetta svona líka til þess að ýta aðeins við okkur og skoða hvað það sem að fljótandi sem hluti af þeirri hugmyndafræði, hvernig veruleikinn verður eftir nokkur ár eða áratugi. Lögfræðideildin, hún líka að skoða framtíð vinnunnar og þá út frá vinnuréttarlegum áskorunum, varðandi stöðu og framtíð hefðbundins ráðningarsambands og kjarasamninga. Þannig að bara svo ég taki dæmi úr þessum 2 deildum. Og við gerum ráð fyrir að halda fundi bæði fyrir og eftir sumarið víða land í tengslum við undirbúningina að þinginu og þeim atriðum sem þar eru. Síðan hver og ein deild með ákveðin viðfangsefni og bæði sem tengjast þinginu og almennt koma á hverju ári og svo sérstök viðfangsefni sem búið að ákveða að taka fyrir á þessu ári. Og ef við tökum bara úr hagdeildinni að þá eins og til dæmis útgáfurnar sem að þarna neðst á glærunni að það verið að vinna að skýrslu íslenska vinnumarkað með áherslu á erlent vinnuafl og breytt ráðningaform. Það verið að vinna að skýrslu samanburð á lífskjörum á Norðurlöndum og það líka verið að vinna að skýrslu yfirlit yfir heilbrigðiskerfið, mismunandi rekstrarform og áhrif þeirra. Bara svona sem örlítið dæmi af því sem að hagdeildin að gera og að sjálfsögðu við síðan líka með þessi hefðbundnu verkefni sem að tilheyra bara rytma ársins. Lögfræðideildin, þar líka fjöldinn allur á verkefnum. Það sem að kannski við verðum áþreifanlegast vör við prímera deilan sem ekki leyst og síðan ný persónuverndarlög sem að hér verið að vinna greiningu og leiðbeiningar og fyrir ykkur í aðildarfélögunum. Þannig að hér komin svona aðeins hópur til þess að vinna að undirbúningi fyrir það. Síðan líka á hverju ári Alþjóða vinnumálastofnunin með þing sem að fyrirferða mikið í okkar vinnu á hverju ári. Nú, fræðsludeildin og félagsmálaskólinn, sérstaklega áherslur þar til dæmis hæfnistefnan, þar sem að mikla breytingar sér stað á atvinnulífinu og á vinnumarkaði og enn og aftur þetta 4. iðnbyltingin. Þannig að það verið að skoða með aðilum vinnumarkaðar og stjórnvöldum stefnu, menntun og hæfniþróun á vinnumarkaði ásamt aðgerðaáætlun til nokkurra ára og þar í tengslum við það verður farið í mótun á hæfnistefnu ásamt hagsmunaaðilum.
Síðan líka það sem ég nefndi áðan með ASÍ Ung og að við jukum framlagið upp í 3 milljónir. Eitt af því sem þar sérstaklega áhugavert og ég hvet ykkur til þess að skoða að hér búið að hanna námskeið sem heitir Ungir verkalýðsforingjar og leiðtogaþjálfun fyrir ungt fólk í Alþýðusambandinu og þar að ræða 3 lotur sem að verða keyrðar á þessu ári. Þar að verður 2 lotur haldnar á Íslandi og 1 í Brussel og það búið að ganga frá því að við fáum mjög flotta kynningu í Brussel á starfsemi ungs fólks þar. Forseti ETUC Ung tekur á móti hópnum ásamt fleiri aðilum og þannig að ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur vel það fyrir ykkar unga fólk í ykkar aðildarfélögum og síðan fræðsla jafnlaunastaðalinn sem líka sett þarna sem bara af fjölmörgum mjög áhugaverðum námskeiðum og þá vil ég vekja athygli á þessu. Nú síðan félagsmálaskólinn rekinn af fræðsludeild ASÍ og hlutverk hans að auka þekkingu talsmanna stéttarfélaga og efla þá í starfi til þess að þeir séu betur í stakk búnir til að vinna bættum lífskjörum launafólks og það gert með trúnaðarmannanámskeiðunum sem að þið þekkið vel, almennum námskeiðum, forystufræðslu, lífeyrissjóðsnámskeiðum, aðkoma Genfarskólanum sem með nám á hverju ári í tengslum við þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem að lögfræðideildin heldur aðallega utanum og ekki síst Magnús Nordahl. Og þar að auki að þá kemur félagsmálaskólinn að því að skipuleggja hópastarf og skipulega funda fyrir ykkur aðildarfélögin þegar að þess óskað. Þannig að þetta fræðslu og félagsmálaskólinn. Nú upplýsinga- og kynningadeildin, þar fenguðu tölvupóst frá Snorra í gær, vonandi sem flest og helst öll, volunteering.is sem ný síða sem var verið að hleypa af stað bara í gær og hefur verið hér í vinnslu og dæmi hugmynd sem kemur frá einstaklingur miðstjórn og verður síðan unnin með þessum hætti og nú orðin að veruleika þannig að Sverrir framkvæmdastjóri Afls á heiðurinn af því. Þarna líka hjá upplýsinga- og kynningadeildinni gert ráð fyrir því að þýða klukkappið okkar yfir á ensku og pólsku og að kynna það fyrir þá þeim hópum sem að sérstaklega getur nýtt sér það. Og annað sem að kannski snertir ykkur líka sérstaklega og verður þá breyting í tengslum við 1. maí til ykkar og það útgáfan á vinnunni. Við ætlum að endurskoða útgáfun á tímaritinu vinnunni þannig að það verður ekki prentað í pappír og sent hringinn í kringum landið heldur gefið út með rafrænum hætti. Þannig að endilega ef þið hafið góðar hugmyndir að efni í vinnuna eða þess vegna stutt viðtöl sem að gætu verið myndbönd, þá endilega verið í sambandi við upplýsinga- og kynningadeildina. Félagsmáladeildin, þar líka ákveðin verkefni sem að þið mjög tengd inn í eins og einn réttur og ekkert svindl, vinnustaðaeftirlitið sem að þið haldið utanum með frábærum hætti og nú við að fá nýjan starfsmann inn hér til okkar til þess að halda utanum svona samhæfingarhlutan og ýta enn frekar undir vinnuverndar hluta líka þess starfs. Nú, hér líka sérstök könnun á félagslegum hreyfanleika sem að stefnt að gera á þessu ári og síðan mætti benda sérstaklega á jafnréttishlutan, það náttúrulega jafnlaunastaðallinn orðin að veruleika og þá breytist svona vinnulagið hér í það að hlutverk vinnumarkaðarins að fylgjast með því að jafnlaunastaðallinn sé innleiddur með eðlilegum hætti og síðan hluti af þeim áherslum sem fyrir þingið á þessu ári umhverfisáherslurnar og þar við líka með hluti sem tengjast alþjóðastarfinu, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, við hluti af verkefni sem heitir Global Deal og það tengist þessum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og samvinnu verkalýðshreyfinga, atvinnurekanda og stjórnvalda víða heim. Þannig að eitt af því sem við ætlum að gera þessu ári að kynna það enn frekar og efla því frekari stuðning, svo reyna að fá fleiri fylgismenn með okkur í það verkefni. Og síðan við
virk bæði í norrænu verkalýðshreyfingunni, evrópsku verkalýðshreyfingunni og þeirri alþjóðlegu, en við erum kannski virkust í þessu norræna samstarfi sem heitir NFS og eru Norðurlöndin og með okkur í því eru BSRB-félagar. Þannig að þetta eru helstu verkefnin sem að við stöndum frammi fyrir. Starfs- og fjárhagsáætlun rúmlega 20 síðna plagg sem að við munum setja á heimasíðu ASÍ, þannig að þetta bara opið ásamt þá þeirri fjárhagsáætlun sem að hluti af þessu plaggi og þetta lifandi skjal. Þetta það sem við ætlum að vinna að á þessu ári. Þetta það sem að fjármagnið sem að við fáum frá félögunum til þess að reka starfsemi Alþýðusambandsins. Þannig að þetta svona það sem að við erum að bardúsa hér á þessari skrifstofu.